Góðan daginn. Velkomin í þáttinn hjá mér. Þetta er 7. þátturinn og í dag er 13. nóvember 2017, mánudagur. Og þið fá mig bara eins og síðast nánast nýkomin úr bælinu en ég er samt búin að fara út í labbitúr. En er hérna, já, bara sippin eftir helgina. Ég heiti Helga og er handhafinn Óð og ég set hérna niður á skjáinn hvar ég geti fundið mig á netinu. Ég er virkust á Instagram og svo set ég líka rafverlínafnið mitt og hérna og síðuna, like-síðuna sem ég er með á Facebook, þar sem ég er með verkefnatöskurnar mínar. Og bara takk þeir sem að komið aftur og aftur og hlustið á mig blaðra hér og velkomin þeir sem eru ný og eru að detta inn á þetta hotn mitt hérna á alheimsvefnum. Eins og ég hef sagt áður þá þykir mér þetta skemmtilegt og skemmtilega viðbót við það sem að það utanumhald sem að maður hefur utanum handyrðirnar sínar. Maður er ótrúlega fljótur að gleyma og allavega ég, og ef ég skráði þetta ekki eitthvað hjá mér þá man ég ekkert eftir 2-3 mánuði hvað ég gerði 2-3 mánuðum áður. Þannig að ég, já, svo maður vaði bara beint við það. Ég nota rafverli mikið til þess að skrá verkefnin mín og á Instagram tek ég myndir af öllum kláruðum verkum og set þar inn og er með svona millumerki þar sem ég get þá farið í það og sé hvað ég gert yfir árið. Nú og svo annað í sambandi við þessa rás, YouTube rás mína, að bara viðtökurnar eru búin að vera æðislegar og ég er búin að fá mörg yndisleg skilaboð og búin að vera í samskiptum við þó nokkra og ýmislegt skemmtilegt komið út úr því sem að ég ætla að sýna ykkur hérna á eftir. Nú eins og áður þá förum við í gegnum kláruð verk í vinnslu og það sem er á döfinni og nýtt í pókanum. Það reyndar er ekkert nýtt í pókanum af því ég fór upp á Pósthús áðan til þess að gá hvort að pakkinn minn frá Stranded Dyeworks var kominn og hann er bara enn að vesenast í tollinum í Reykjavík. Frekar fúla því ég veit að það eru nú aðrar konur hérna á Akranesi sem hefur pantað frá henni og fengu sitt á föstudaginn. En ég sýni ykkur það bara vonandi í næstu viku. Það er allavega komið til landsins. Nú, ég ætla bara að vinda mér í kláruð verk og fyrsta kláraða verkið er á mér. Og ég ætla bara að standa upp og reyna að leyfa ykkur að sjá. Afsakið ískrið í stólnum. Sjá hana, þetta er sem sagt Worsted Boxy eftir Joji Locatelli. Og þetta er prjóna úr garninu sem að ég sagði ykkur frá kaupunum á, ég man ekki hvort það var í fyrsta eða öðrum þætti þegar ég sem sagt var búin að vera andvaka í 4 sólarhringa eða ekki geta sofið vegna veikinda og var að fara í bráðaaðgerð á laugardeginum og sérst aðfaranótt laugardags, mikið lyfjuð og illa sofin. Pantaði ég mér gatni þessu peysu, myndi ekkert eftir því og mín beið sér þá óvæntur glaðningur á pósthúsinu en rúmri viku seinna og það var bara æði og ég er búin með peysuna og hún er æði. Þetta er hérna ég gerði hann úr Malabrik og Rios í Pearl litnum og ég notaði bara opna hérna síðuna hjá mér á rafverli svo ég geti sagt ykkur hvað ég ég notaði rúmar 500 gramma dokkur, já rúmar sem sagt 543 grömm af garni hérna og ég tók XL stærðina og myndin sem ég tók á og sett inn á hérna Instagram er mjög fyndin af því að ermarnar eru
þetta. Þannig að þetta svolítið svona asnalegt að sjá á mynd. Og þetta prjónaði ég á prjóna 4,5 mm og 5,5 mm, þannig að hún var frekar fljótt prjónuð. Það tafði aðeins að ég eins og ég oft búin að segja frá að ég var að víxla hnyklum, þannig að ég prjónaði eina umferð með hnyklu númer 1 og aðra umferð með hnyklu númer 2 og fór svo aftur yfir í númer 1 til þess að þetta er handlitagatn og maður vill ekki að sé eitthvað brjálu litaskipti þegar maður er að nota svoleiðis í flíkur, en það var svo sem ekkert neitt vandamál, bara svona, maður þarf aðeins að vera með hugan við það að gera það vel svo það sjáist sem minnst á síðunni þar sem að umferðin byrjar. Nú, svo er amma komin í gír fyrir væntanlegan marsbúan, strákin okkar, og ég gerði uglupoka. Ég þarf að laga laga hann eitthvað í flýti á ofnin þannig að hann þotnaði svona, en ég á sjálfsagt eftir að skóla úr honum áður en hann fer í hendurnar á móðurinni, en þetta er bara þessi típiski uglupoki, en ég gerði hann úr pókarnir sem ég gert áður gerði ég úr meira en 105 frá Austimann og notaði þá tvöfalt garnið, en Gallerís Notra var að byrja með Big Merino frá Garðstudio og ég prófaði það og það var bara mjög fínt. Það fóru tæpar 3 dokkur, það er eftir að kíkja á þetta, segðu maður, ég fljótur að gleyma. Já, tæpar 3 dokkur og ég notaði prjóna 5 mm prjóna á þetta og þetta var bara fljót gert, náttúrulega fyrir mestu tíminn í að gera ugluna, en hitt er svo bara mjög þægilegt prjón. Þannig að maður er komin í pínu ungbarna prjónastuð og ég með sýn ykkur það í verkivinnslum að ég byrja á öðru. Nú, svo er ég búin að gera enn eitt parið úr prjónaklúbnum hjá henni Elli í Skeindirni. Afsakið hvað ég er að góna niður, ég er að fjarlæga tilkynningar svo að ég komist almennilega að upplýsingum. Já, þetta er sérst neavettlingarnir úr prjónaklúbnum hjá Skeindirni, Selbumitten Club, og þá gerði ég úr trísilgarni Alpa. Það er sérst ekki liturinn, svona hæru svartur, og þessi margliti er Sisu sem að ég litaði fyrir löngu úr edik og matalit og hitasetti í örbylgjuofninum. Já, og þeir eru 2. Og þetta fannst mér æði. Ég vantaði eitthvað á sunnudaginn fyrir... Já, ég sagði reynda frá því í síðasta þætti af hverju ég fór að prjóna þessa. Það var bara, ég átti erfiðan sunnudag og vantaði eitthvað fljótlegt og glaðlegt til þess að koma mér út því. Og þá er alveg kjörið að skella sér í vettlingaprjón. Nú, svo fannst mér svo gaman að sjá litina. Þannig að ég fann bara fría uppskrift ætlaði að gera eyrnaband. Ég fann fría uppskrift á rafli og þetta var svona uppskriftin er sambland af húfu eða eyrnabandi. Þannig að ef maður ætlaði að gera eyrnabandi þá hætti maður bara eftir munsturbekkin og byrjaði að gera stroffi fyrir ofan eins og hér fyrir neðan. En ég átti svo mikið eftir að garnina að ég ákvað bara að halda áfram og gera húfu og nota þessu afgangin í dúskinn. Og ég átti að gera við þessa húfu eins og ég geri við svo margar aðra, að setja teygjutunna til þess að þetta blási ekki, til þess að haldist vel yfir gleraugun þegar ég er með þau. Ég er komin í nærsýnis fjarsýnis pakkan, þannig að ég
er farin að vera lítið með gleraugun hérna innandyra en notaði þau fyrir út. Þannig að ég kláraði þetta líka. Svo í gær þá var ég enn að hugsa hvað var gaman að gera þetta með svona dökkum grunnlit og svo handlitu garni. Og þeir eru hérna blautir í ofninum. Ég var skellt í Flóra Mittens og þetta eru síðustu vettlingarnir sem komu hjá henni í Selbu Mitten klúbnum hjá henni hérna Skeindjarnits Elli. Og þá í þessum þarna Trísil alpagarni líka og þetta marglita hérna Deilgarn Baby Ull og það handlita á samhátt með ediki, matalit og hitasettir í örbylgjuofni og þeir eru líka svona sætir og kljálegir. Þumlarnir svo æðislegir á þessu. Mér hefur aldrei þótt gaman að prjóna vettlinga fyrir en að ég kynntist svona þessari aðferð. Og þeir eru tveir, þeir eru hérna bræðinir. Þannig að þetta á svona óvænt klár. Ég bara var pínu og bara svona setja mig markmið í sambandi önnur verk í vinnslu og var búin að ná þeim og þá leyfi ég mér stundum að leika mér pínlítið. Já, og þetta sem sagt hérna það sem var og þessi peysa gengur undir nafninu Lyfjapeysan. Svolítið viðeigandi við ástand sem ég var í þegar hérna garnið var pantað. Nú en svo það verk í vinnslu og þá ætla ég bara að byrja á að sýna ykkur hérna Sunset Highway peysuna. Ég er búin með munsturbekkin á því og byrja að prjóna aðalitin, hennan gula hérna. Það að prjóna nokkra sentimetra áður en að ég skil að fyrir ermarnar og þegar að ég var búin að því og farin að prjóna aftur hring þá ætla ég að gera nokkrar umferðir þannig og síðan ætla ég að prjóna ermarnar í báðum megin af því þá get ég alveg bara nýtt upp aðal litin í restina af búknum. Þá get ég haft hann að síða og ég vil af því þá er ég búin með ermarnar og þarf ekki að hafa ágjörð að því að passa upp á það. Og það sem að mér finnst svolítið skemmtilegt við hana Caitlin Hunter sem að gera þessar peysur og hún með að gera stittar umferðir á bakinu. Þannig að þá þetta svona líkara búðarkeyptu. Og svo hún með það líka, og maður ræður hvort maður gerir það er engin nauðsyn. Og svo hún líka með þetta neðst á peysunni, svona stittar umferðir þannig að þá síðara yfir bossasvæðið sem að fæstar okkur höfum eitthvað á móti. Og svo kláraði ég ermarnar í BMT peysunni úr peysubókinni og þær eru bara eins og ég er búin að fjalla áður, þetta Steff Austermann og þær eru báðar hérna og þannig að ég er búin að fitja upp á stroffinu og alveg komið svona mikið. En þetta kemur. Þetta ekkert sem að liggur neitt á. Ég bara gríp í þetta og ef ég hugsa þannig að þetta ekki eitthvað sem liggur á þá gengur þetta bara hraðar. Þegar ég ekki að setja eitthvað kvaðir á mig með þetta. Þannig, en mér finnst ágætt að setja mig samt markmið að reyna að gera þetta mikið í þessari viku án þess að sé ykkur alveg klikkuna því ég með svo margt á prjónunum og hérna Hóhi Locatelli Longline peysan. Ég búin að sýnda ykkur í síðustu viku, ég búið með hérna fyrir hægri ermina og langleiðin að vera komin á sama stað vinstra megin og þá fer ég bara að prjóna í hring eða fram og tilbaka á þessari. Þannig að hérna, já, hún mjakast áfram og þetta Cotton Merino frá Drops úr Gallery Snoturu.
og ég hef svo sem ekki talað prjónana. Ég venjulega eins og sem missa lykkjur hérna. Í Sunset Highway peysunni ég með Hæja Sjarp og það var einn sem spurði mig að því hvort ég væri með það sem ég get skipt mót á. Ég er með svoleiðis hérna, ég á þetta sett og fleiri til, en mér finnst þægilega að nota eins og Hæja Sjarp og þá prjóna bara með sem eru fastir, sem ekki hægt að losa endan af og skipta stærðir. Það bara eitthvað hjá mér og ég er nýfarin að brúka hérna tréprjóna. Ég prjóna svo fast að ég braut þetta alltaf og þetta Tiago sem hefur verið til niður í Gallerí Snotru og það svona fer svolítið eftir gagninu og uppskriftinni hvort ég nota stál eða tré. Og bara svona, já, eftir ástandinu á puttunum líka. Já, svo bara veð ég hérna yfir rest líka. Já, eins og ég sagði, þá amma aðeins farin að gera á litla drenginn. Hérna svaka byrjun á húfu, svona hjálmhúfu. Eða djöflahúfu, hvað sem fólk vil kalla það, og það eru Baby Alpaca Silk frá Drops og þetta heitir því skemmtilega nafni 8108 og ég er að nota þetta Drops Pro 2,5 mm prjón og svo var umræða helgina svona gamaldags garðaprjónsokka á handóðum prjónurum og það var einhver sem að setti inn uppskriftina þar í skjöl og hérna ég sótt hana og ætla að prófa að gera eitt par en mamman vill endilega líka fá lestasokka þannig að hún fær það líka og þetta Baby Merino frá Drops. Dökkgrár bara passar við heimferðarsettið. Og þetta litur númer 20. Og hérna Hæja Sjarp 2,5 mm. Og ég hef þá reglu að ég eins og ég sagt áður, ég nota þessa prjónapoka mikið og hérna reyndar óvanlegt, ég með 2 verkefni í sama pokanum en það bara þegar þau eru bæði lítil og nett en ég geymi venjulega líka utan á prjónunum bara ofan í með af því að ég sýni ykkur kannski einhverjum síðari þætti hvernig ég geymi prjónuna mína en það er óskup einfalt og þá finnst mér gott að geta bara tekið því ég búið með verkefni að taka allt upp á töskuna, ganga frá því og annarkvæmt setja töskuna aftur í gang eða setja henni til hliðar. Já, og takk þeir sem hefur búin að vera að versla töskuna mína, ræði, hvetjandi. Nú svo ákváðum við hjónin að skella okkur til Reykjavíkur á laugardaginn og þá, ég aldrei svo vant ekki með, ég veit ekki, ég einhverjum ekki sokkastöði allavega. En það er rosa gott að vera með eitthvað þægilegt til þess að grípa í bílnum, til þess að prjóna á milli og svo bara eirðalaus. Þannig ég greip þetta með mér. Þetta bara svona, þetta verður kragi, ég ætla bara að sauma saman hérna og þá er þetta bara svona mjúkur kragi. Og þetta ég meina Tiago 3,5 mm prjóna í þessu og ég með þess að tvo þræði í þessu og þetta hérna Homespun House, þetta fyrsta garnið sem ég pantaði mér frá erlendum handleitara fyrir 2 árum og vissi ég raunin ekkert almennilega hvað ég var að panta svo ég fekk í hendurnar þá, hvað gerir maður úr þessu? Svo maður náttúrulega búin að vera að læra ansi mikið á síðustu 2 árum og svona farin að láta vaða í það sem að mann dettur í huga getur verið sniðugt.
Og þetta uppskriftin bara unnin upp úr hérna Bits and Bobs teppinu eftir K.F. Jones í Bakery Bear sem ég sýni ykkur nú líka á eftir. Og mér datt í hug að gera bara það sama, að vera bara með tvöfalt garnið, þennan hvíta og Homespun House litinn. Þetta Malabrigo lace, þetta báðir svona fínir þræðir og gera það til þess að gera þetta svona þykkt og juicy að nota það saman og ég ætla bara að prjóna þar til að hvíti liturinn klárast og það verður sjálfsagt einhver afgangur af marglita litnum en ég finn örugglega not fyrir það fyrst maður fann að vera svona óhræddur við að prófa. Og svo hérna í lundatöskunni minni hinn kraginn en hann náttúrulega verður, við geta haft hann svona tvöfaldan utanum hálsinn, það tegist það vel á honum og hann svona bara mjakast í róliheitunum. Líka, ég sýndi ykkur þetta áður og það er svona, já, fer hægar yfir þessi verkefni þegar mann dettur í huga að vera bara að prjóna vettlinga á húfur sem ekkert á plani en það er bara gaman. Svo tók ég með mér þetta teppi á síðasta vinkonu Indriða prjónahitting á föstudaginn var og prjónaði nokkrar umferðir að sést hérna í hjartað þar sem ég var síðast. Þetta bara svona langtíma verkefni og þetta Bits and Bobs teppið eftir K.F. Jones í Bakery Bear sem ég var að tala hérna rétt á undan í verkefninu undan sem að sýni það að það er hægt að ef maður er búin að læra eitthvað nýtt þá er alveg hægt að halda áfram með það, bara að prófa. Það er nefnilega skemmtilega við garnið og það er nú í flestum tilfellum hægt að rekja það upp ef maður er ekki ánægður með það sem maður er að gera. Ég er að líta hérna, ég held að það sé komið þar sem hérna það sem ég var að gera í vikunni. Nú og í pókanum þá átti að vera garnið frá Stranded en var ekki, en vonandi næst. Nú og á döfinni hjá mér, og það er ágætt að nota þetta er hvetjandi þetta að segja öllum frá hvað maður er að pæla, en á döfinni að vera duglega að klára af prjónunum. Ég er að lesa hérna upp úr bókina sem ég punkta í fyrir þættina. En það er í lagi að gera ný lítil stykki með, skrifa ég. Svo ætlaði ég að taka þátt í samprjóni eða svona leyniprjóni hjá henni Elli í Skeindir Knits og það eru svona hátíðarvettlingar. Hún vill ekki beinlínis kalla jólavettlinga en þetta er svona vetrar hátíðarvettlingar og síðan datt hún Anna Dóra í hérna prjónahóknum vinkonunum hans Indriða inn á danskt samprjón sem búið að þvælast svolítið á Facebook og aldrei vita nema maður kíla það en ég svo sem sæki hérna uppfærsluna þegar þær koma en þetta er ekki eitthvað sem ég er alveg æst í að hérna prjóna núna. En svo ætla ég að fara sérst í þetta hluta því sem að hérna er á döfinni. Og þannig var að það hafði samband við mig kona sem að horfir á þessa þætti og hérna var bara að lýsa ánægju sinni með það og bara gaman því og hún fór að segja mér aðeins hvað hún er að gera. Og hún heit Borgný Gunnarsdóttir og er á Facebook og hérna hún vildi fá að senda mér það sem hún er að bauka og hún er að vestan, er fyrir vestan, býr þar og hérna og sendi mér þessa pakningu af vestfirskum vettlingum og í því er garn og uppskrift. Ég ætla að lesa hérna aftan á pakninguna
og þar stendur: í pakningunni er íslenskt ullagarn og uppskrift af vestfirsku laufaviða vettlingunum eins og amma Gunnjóna prjónaði þá. Vettlingar eftir hana eru meðal annars til sýnis á safninu á Hnjóti. Farið er eins nálægt og hægt er að velja sömu liti og hún notaði. Amma Gunnjóna var fædd 1881 í Alviðru í Dýrafirði. Hún var húsfrú á Fjallaskaga og síðar í Innri Lambadal í Dýrafirði. Gunnjóna var mikil hannyrðakona og liggur eftir hana fjölmargt fagurt og fínlegt prjónales. Hún lést árið 1964. Og þetta er líka á ensku, þýsku og dönsku. Þetta sem ég var að þylja upp og uppskriftin líka. Og sem sagt og inn í kassanum er uppskriftin og garnið. Magnið sem þarf í vettlingana. Þannig að ég sagði við hana, fínt, við hana Borgníu að ég myndi ég ætla að ná í hérna garnið sem ég henti út allt. Að ég myndi opna þetta hérna með ykkur og sýna ykkur þetta og svo myndi ég bara fara í að prjóna þetta og helst að vera búin með allavega annan vettlingin fyrir næsta þátt til þess að geta sagt ykkur hvað mér finnst þetta. En mér finnst þetta alveg rosalega spennandi og hún er sérst að selja þetta og pakningin er á 6.000 og er á þessum 4 tungumálum og með vel skrifaðri uppskrift, frábær gjafaskja og líka bara fyrir okkur sem höfum áhuga á að viðhalda prjóna menningunni hérna á Íslandi og því sem var gert fyrir okkar tíma og því í dag erum við meira að gera þetta af því okkur finnst gaman að gera þetta heldur en af einhverju bráðri nauðsyn. Auðvitað náttúrulega bráðnauðsynlegt að eiga fullt af húfum og sjölum og peysum og vettlingum og sokkum og svoleiðis sko en við höfum aðgang að fullt af öðrum efnum sem að halda hita á okkur og gera okkur kleift að fara út í nístins kulda en þannig á þessum árum þá var þetta nauðsyn. Það var ekki sama aðgengi og við höfum í dag. Og ég spurði hana Borgníu hvernig best væri að hafa samband við hana og það er hreinlega bara í gegnum spjallið við hana á Facebook. Það er einfaldast að byrja þannig að þið hafið áhuga á að fá okkur svona bóks. Mér finnst þetta rosalega áhugavert og alltaf glöð að uppgötva þegar fólk er að leggja sig fram við að viðhalda sögunni og þekkingunni. Og ég set nafnið á hann hérna á, skjáinn. Á henni Borgníu Gunnarsdóttur og bara takk Borgný fyrir að kynna mig fyrir þessu. Ég hafði ekki hugmynd þetta. Og þetta er nú eitt af því skemmtilega sem gerist þegar maður flippar svona og fer að læra áhugamál sitt á netinu. Að þá kemst maður í kynni við ótrúlega mikið af frábæru fólki sem er að gera svona spennandi hluti og mín er ánægðin að geta sýnt ykkur það af því að ég er alveg viss að ykkur sem að horfa á þetta vissu ekkert frekar af þessu heldur en ég sko. Þannig en þessi Gunnjóna sem að uppskriftin er gerð upp úr vettlingunum eftir hana. Hún var amma mannsins hennar Borgnýjar. Þannig að þetta er bara ekta. Og ég sýni ykkur framvinduna í næsta þætti. Nú, síðan talaði ég þarna nokkur podcast í síðasta þætti og allt tala nokkur í viðbót 4 podcast og það fyrsta sem ég ætla að nefna er hún Eva í The Charm of It. Hún er í Bandaríkjunum, er ung kona
og hún gigtarsjúklingur og mikið heima og hefur mikinn tíma á höndum og alveg, hún ekki búin að prjóna í mörg ár en hún farin að búa til sínar eigin peysuuppskriftir og en samt ekkert að selja þær, hún bara gera það fyrir sig, hún með, eins og hún lýsir sér sjálf, hún svona quirky, hún svona spes og rosalega hrifin af svona viktorískum tíma og að prjóna peysur bara á 2 mm prjóna á sig. Hún nú ekkert eitthvað svaka stór en samt, þetta tekur tíma og sérstaklega ef hún með hennar veikindi þá þarf hún oft að leggja það frá sér af því að gigtin leyfir þetta ekkert alltaf. En hún reyndar að gera svolítið eins og ég. Hún líka með grófa prjóna og gróft gatt til þess að hvíla hendurna með. En hún fer alveg ótrúlega mikið ofan í saumana á því sem hún að gera og finnst alveg ótrúlega gaman að spá og spekulera og finna lausnir á þeim vandamálum sem hún lendir í, sérstaklega í þessu sem hún að hanna á sig sjálf. Og hún með tvenns konar podcast. Annað podcastið þá fjallar hún verkin sem hún með í vinnslu og fer ítarlega í það. Og svo fjallar hún í hinum þáttunum þá hún með kláruðu verkefnin og fjallar ítarlega aftur það þar. En ekkert endilega að segja það sama, hún sagði þegar þetta var verk í vinnslu, heldur bara hvers hún var að vísa eftir hún lauk verki og svona. Og þegar hún að gera peysur þá hún mjög meðvituð að vera með eins lítið af endum og hún getur í frágangunum af því að hún á það til að þegar hún leið á flíkinni eða fílar ekki að nota hana eins og hún gerði hana, að þá rekur hún þetta upp, þvær gatnið og býr til hespur og vindur það svo upp og allt það og gerir eitthvað annað af því að hún bara á bótum og ekki með mikið á milli handana og hún rosalega and líka fótsporin sín, vistsporin sín í heiminum og vill frekar endurnýta heldur en að setja þetta til hliðar og bara láta hanga. Og hún spár líka mikið uppruna garðsins og svoleiðis og það bara alltaf dýrara þegar maður fer þessa leið. En til þess að geta leyft sér þetta þá hún dugleg að endurnýta garðinn sitt en svo notar hún líka alveg ódýrara garð með. En hún spáir í þetta og það bara gaman að hlusta á hana og fyrst þegar ég byrjaði að horfa á hana þá leist mér ekkert á hana, mér fannst hún eitthvað svo þung og fúl eitthvað neginn en svo bara allir það ekki bara verið það sama og við flest göngum í gegnum sem við byrjum á þessu að maður svona pínu, veit ekki alveg hvernig maður á að vera en í dag bara þegar ég sé að hún búin að setja podcast þá bara ríki í það ef að tækifæri og hlusta á hana. Mér finnst hún ótrúlega fróð og það sem sagt talað á ensku og síðan áður nefnt og oft nefnt Bakery Bears. Þau út í Bretlandi og það líka enskt og heita Dan og Kay og Kay KF Jones þessi sem ég hef gert sjöl eftir og Bits and Bobs teppið og húfur og fleira og hún hannar og hann kennari að mennt og tónlistarmaður. Hann spilaði í mörg ár á trommur og var svo farin að kenna bara í skóla og hún vann í bankageiranum úti og síðan þegar þau eignast sitt fyrsta og eina barn og þá hættir hún bara alveg að vinna, snýr sér að því að alveg dóttur þeirra og dettur þá inn í handavinnu heiminn til þess að hafa ofan á sig líka fyrir. Og síðan fyrir 2-3 árum að þá greinist Dan með krabbamein og þarf að fara í gegnum erfiða meðferð og þá hann kominn inn í podcastið
já, þá eru þau byrjað á podcast og hann svona aðeins farin að snerta á garni og prjónum og svoleiðis. Og þegar hann greinist með þetta þá fljótlega upp því hættir hann ákvaðið það að bara hella sér að fullri alvöru út í þetta, að bara hann hætti líka alveg að vinna og þau eru með það sem er kallað Patreon og þá getur maður gerst styrktaraðili við framleiðsluna og þáttunum hjá þeim og svoleiðis og ég er búin að gera það núna í tæpt ár og þetta svona hjálpar þeim að geta unnið að þessu og hlúða sjálfum sér og heilsun og öllu því líka. Af því að hann greindist svo aftur í sumar tók sig upp aftur meinið og hann þurfti að fara í stóra kviðarholsaðgerð þar sem að þetta var fjarlægt og lappaði upp á kauða og hann er bara komin hress og flottur og hann er sko alveg ótrúlega virkur og hress og þau eru svona svolítið svart og hvítt, hún er mjög kvíðin og erfitt með að taka ákvarðanir og svona lengi að velta hlutunum fyrir sig meðan að hann bara kýlir át allt saman og það er svona gaman að horfa á þau saman í þessu og hvernig þau virka en svo eru þau svo rosalega áhugasöm hvað hvort annað er með á prjónunum og hvað það er að gera og hún er náttúrulega mikið búin að vera að kenna honum bara en svo er hann líka núna bara farin að kenna sjálfum sér eins og af því hann er komið með þessu grunnþekkingu og það sem að það þýðir að vera styrktaraðili er að maður fær aðgang að sér síðu bæði á Facebook og í gegnum þetta Patreon og þar eru fullt af þau gefa út sem sagt prjónablað eða hannyrðablað á 2 mánaða eða 3 mánaða fresti sem heitir Knitability og er bara svona á netinu og þar eru viðtöl við litara og aðra prjónahönnuði og þau svona segja ítarlega frá kannski eitthvað sem þau hafa verið að vinna að og svoleiðis og svo fáum við fullt af auka podcastum og svona efni sem hann fer ekki í almenna sýningu, mikið af kennsluvídeóum, við fáum forkaupsrétt á garninu sem að hún Kay litar líka og bara svona ýmislegt skemmtilegt og mér finnst þetta bara frábæri leið til þess að styðja við fólk sem að bara er að reyna að gera sitt besta til þess að eiga gott líf og búin að standa frammi fyrir því að það er búið að byrja að brenna í báða enda kerti hjá þeim og þau eru með svona live podcast, þá er bara bein útsendingin á þessari Patreon síðu og þá getur maður spurt þau bara á netinu spurninga og við þar síðast þau voru með þetta þá og bara á staðnum bara ákvað að henda í samprjón á húfu sem ég sýndi ykkur um daginn og alls konar svona skemmtilegt sem að færa aðgangað og hann, eða þau bæði eru miklir áhugamenn breska kastala og konungsfjölskylduna og þetta og fara með okkur í podcastunum sínum bæði þessum almennu og þessum lokuðu í enska kastala og að meta þá og það er ótrúlega fjölbreytt hjá þeim allt. Þau eru að bara gera eitt og annað og ég bara mæli með því að kíkja á þetta. Ég ætla að setja linkana á þessi podcast bara fyrir neðan á YouTube þar sem að svona linka þannig að ég get bara smellt á linkana og þá eigið það að geta farið beint bara inn á þeirra rásir. Og síðan er önnur í Englandi sem heitir Zoe og hún er með Pins and Needles og hún bæði saumar og prjónar en er þó meira að prjóna núna og er líka farin að hanna prjónauppskriftir og hún er mjög hress og skemmtileg og það sem er svo gaman við hana, hún er mjög hávaxin og hún rekur svona leikfimi sal með mannunum sínum eða lyftingasal og er sjálf mikið að lyfta þannig að hún og er mjög hávaxin eins og ég sagði áður og þannig að það er ekkert auðvelt fyrir hann að finna hvorki snið né prjónauppskriftir á sig og
og það svo gaman, hún svo hreinskilin með mistökin og hvernig þetta á henni og hún bara mjög fyndin og með svona bara voða bresk og skemmtilega, þau hann upp í Wales og já, bara já, ég mæli með henni, hún er hressileg og síðan það hún Emilia hjá Arctic Knitting sem norskt en það líka ensku mælandi podcast og þetta ung stelpa sem að að lita gafn og hefur verið að hanna uppskriftir líka, ég hef pröfuprjóna fyrir hann að sokka og hún svona út allt, getur verið í 2 vikur að prjóna brjálaða norska munstraða peysu en í 3 ára gera mjög einfaldan hlut, hún er bara akkurat þessi típa, hún bara að gera það sem henni finnst skemmtilegt þá og þá stundina og hún setti upp söfnun á Kickstarter í sumar til þess að fjármagna fyrir sig pening til þess að geta fara að lita norska ull og selja á heimasíðunni sinni arcticknitting.com og það tókst og hún er komin flotta aðstöðu og farin að lita norska garnið samhliða því að hún hefur verið að lita bara eins og svona þetta hefðbundna litara, þetta sem við erum að gera bara á hefðbundin hátt, aðrir litarar og hún er ein af þeim sem að kom því að stað að safna fyrir Nordic Stitches sem ég talaði í þar síðasta þætti til þess að hjálpa vinkonu hennar að koma sér aftur af stað. Hún hafði ekki fjármagn til þess að fá sér nýja tölvu eða slíkt til þess að halda áfram að vera með podcast og gera prjóna uppskriftir en það safnaðist bara hratt og vel fyrir því og hún er komin í loftið og þá hún Emilia og önnur sem heitir Ína minni með þessi. Ég nýbyrja að horfa og ég segi ykkur frá henni síðar þegar ég er búin aðeins að horfa á hana og ég, já, þessi 4 podcast talaði í dag og þetta allt enskumælandi og stundum pæ ég bara alveg hundleið á einhverjum podcastara og hendi þá bara áskriftin út eða bara, er ekkert að horfa á þegar það kemur nýtt podcast og svo detti ég inn í því aftur seinna og fæ dellu fyrir því aftur en suma bara, þetta svo einstaklingsbundið eins og bara með svo margt annað, sumum fellur manni strax vel við og sumir eru bara svo yfirborðskenndir eða einum of að ég bara geta ekki en á meðan öðrum finnst þér alveg æðislegir og svo öfugt, þannig að þetta er bara, en það er bara svo gaman að geta sagt fólki hvar það getur prófað að byrja og oft út frá því þegar maður inn á YouTube-brásinu þá sérðu, hjá viðkomandi, þá sérðu hverjum hann er áskrifandi af og þar getur þú fundið fullt af nýju, ég hef dottið inn á fullt af nýju og skemmtilegu með því að skoða hvað aðri podcastar eru að horfa á og fundið þannig fullt af öðrum sem að maður hefði kannski ekkert endilega á annan hátt rekist á og mér finnst þetta mjög þægilegt og skemmtilegu félagsskapur að horfa á podcast. Það er ekkert endilega allir sem eru bara, sem fá alltaf bara nývaknaða eins og mig og til hafa og bara, já, reynt af beljunni eins og sagt er en það er líka alltaf leið, það þarf ekki að vera eitthvað annað en það er og ég mun halda áfram að benda ykkur á podcast og svoleiðis og ég hugsa að ég seti bara hreinlega linka inn á hinn podcastin sem ég var búin að nefna í vikunni, í síðustu viku þegar ég byrjaði að leggja áherslu á þetta bara svo að sé auðveldara fyrir ykkur að fara bara beint inn og þetta er að verða alltaf auðveldara að hlaða þessu inn og allt svoleiðis
Þannig að það er allt í lagi þá ég bæti við smá, að því ég get gert það á meðan að þetta er alltaf hlaðast inn á YouTube, þá er hægt að setja linkana inn, að því maður þarf hvort eða aðeins að sitja yfir því á meðan og þá er ágætt bara að nýta tíman í þetta. Nú, þetta er svo sem allt og sumt hjá mér í þessari viku og ég hlakka bara til að sjá ykkur á vikuliðinni og bara óska ykkur gleðilegra handavinnu viku og við sjáumst. Bye bye.